Komiði sæl, við hefjum leikina þessu sinni á Djúpavogi, þar sem haldinn var kynningardagur félaga og fyrirtækja. Markmið dagsins var að vekja athygli á því fjölbreytta starfi sem í gangi innan hreppsins. Íslenska glíman í hávegum höfð innan ungmennafélagsins Vals á Reyðarfirði, við fræðumst starfið þar í þættinum. Við sláum slíku för með jökuldælingum sem ætla að ganga saman milli bæja á dalnum í vetur. Leikfélag Fljótsdalshéraðs 50 ára í ár og hefur afmælisárið á að sýna leikverkið allra meina bót í félagsheimilum á héraði. Við fylgdumst með þegar sýnt var í Végarði í Fljótsdal. 20 félagasamtök og fyrirtæki í Djúpavogshreppi kynntu starfsemi sín á sérstökum kynningardegi sem haldinn var í Írdósi staðarins fyrir skemmstu. Dagurinn var haldinn í fyrsta sinn markmið hans var að kynna það fjölbreyttu starfsemi sem þrífst innan hreppsins. Ég hef svo sem verið með þetta í huga lengi að það vantar hér á Djúpavog eitthvað til að sýna fjölbreytileikan á fyrirtækjunum og félagasamtökunum og bara hvað frumkvöðlarnir að gera. Svo í september á síðasta ári gerðist það að það vantaði fólk í flest félög hérna. Það vantaði í ungmennafélagi Neista í stjórnina, það vantaði foreldrafélagi, það sköpuðust umræður þetta og ég spáði rosalega mikið í þessu og hélt svona og var eiginlega búin að hugsa þetta þannig að ég ætti kannski að vera í einhverju félagi og félagasamtökum á kannski 3-4 ára fresti. Svo bara þegar ég fór að skoða þetta og spá virkilega mikið í þessu og af hverju væri vöntun og af hverju alltaf sama fólki í félagunum og svona, þá sá ég bara að með við fjölda og með við þau félög og alls konar sem í gangi hérna, þá þurfa miklu fleiri að vera miklu virkari, þannig að helst þurfa heimilin að vera í 1-2 félagasamtökum og ég hélt líka bara einhverjir aðrir myndi sjá þetta, svo eignaðist ég börn og sá að það eru 19. júní nefndir og 13. brennu nefndir og það eru þorrablótsnefndir og veist, í svona litlu samfélagi, það bara skiptir alveg svakalegu máli að allir séu með. Það væri ekki neitt ef að ég hefði svo bara verið ein endalaust í þessu sko. Það bara voru allir tilbúnir að skrá sig, taka þátt, aðstoða, spyrja hvort það væri eitthvað sem við gætu gert, hjálpa til. Það vantar alltaf fleiri hendur, það þarf alltaf fleira fólk til að gera alls konar markaðssetningu, smíði eitthvað, færi eitthvað, flytja eitthvað, þú veist, þannig að vonandi verður áhugi fyrir þessu og bara þessi dagur verður kveikjan á einhverju bara öflugu og skemmtilegu. Ágústa Margrét nefndi skógræktarfélagið og var ekki einu það. Mikill áhugi var á bás félagsins og þó nokkrir nýttu tækifæri til að skrá sig í það. Við létum berast með strömmnum og spurðum formann félagsins út í hvað beri hæst í starfinu. Nú erum við náttúrulega aðalega að reyna að kynna okkur að því að það verður aðalfundur Skógræktarfélags Íslands verður hjá okkur í haust og við erum að reyna að fá félaga, fleiri félaga og fólk til að hjálpa okkur að gera skóginn fínan og taka vel á móti félagunum sem koma í haust. Og hvað með aðra afurðir? Ertu með eitthvað hérna í borðinu sem að? Já, ég týndi könglana, þeir eru hérna úr Hálsaskógi og þetta hérna þetta eru bara svona bretti sem við ætlum að bara gefa þeim sem vildu gera kannski félagar eða að hjálpa okkur eitthvað fyrir í skóginu. Svo vonum við bara að sýna sko hérna furuna og hvað hægt að gera, þó þetta sé ekki beint úr skóginu, þá hægt að gera þetta úr hérna trénu, nema þetta úr Hálsaskógi. Þetta eru flautur sem voru gerðar hérna í grunnskólanum einhvern tímann fyrir dálítið löngu. Það er kennari sem færði okkur þetta sem Hinum megin í salnum var afmarkað leiksvæði. Þar voru unglingar og félagsmiðstöðin Síón sem buðu upp barnagæslu gegn vægu gjaldi. Unglingarnir hjálpuðu einnig til að stilla upp básunum. Þetta nú ósköp auðvelt. Við erum bara að leika okkur hérna með þeim sko. Þetta voða gaman. Og hvað gjald takið fyrir að passa börn? Sko, við erum hérna með svona, við erum að taka, við fáum pening fyrir þetta og það er svona systkinafsláttur í þessu og þetta er bara, svona simpúl. Og hvert er markmiðið með fjáröflauninni? Höfum við ekki nátt pening fyrir samfélags? Jú, þá höfum við pening til þess að koma svo samfélags. Í litlu samfélagum þurfa oft margir að vera með marga hatta. Hjónin Jóhanna Reykjalín og Ingi Ragnarsson ganga ýmis verk og sáu saman 4 bása á deginum.
Við spurðum hvort það væri ekki dálítið mikið að gera. Jú, svona bæði og. Ég er náttúrulega sjálfsögð ekkert eini í foreldrafélaginu, það eru allir foreldrar barna hérna í Djúpavogsskóla, en við stjórnin sem sagt sjáum félagið og stýrum svona starfinu og ég er ein af stjórninni. Svo er ég náttúrulega hundaþjálfur og rek fyrirtæki sem heitir Hundastefnan í Reykjavík, þannig ég er með eitt borð fyrir það. Svo erum við borð fyrir Bræðavelli Cottages, bændagistinguna og tókum með okkur eina hænu svona til þess að sýna þess húsdýragarðinn og svona frú Droplaugu. Og svo er náttúrulega maðurinn minn með björgunarsveitabásinn. Já, þú ert frá Bræðavellum? Ég er fæddur og uppalinn á Bræðavellum. Hvað er þið búin að byggja þar upp í gistirými? Við erum komin með 6 svona litla sumarbústaði sem við erum með það og leigjum út bara í heilu lagi og náttúrulega erum alltaf að bæta við. Og þú ert líka fyrir Slysavarnafélagið, hvað? Já, fyrir björgunarsveitina. Ég tók við formennsku þar í fyrra vor. Og svona, já, við erum bara að sjá þetta hér. Ég get allan að sagt að okkur leiðist ekkert. Nei. Heila langt í frá. Það er meira svona að við þurfum að bara setja inn í dagbókina hvenær við ætlum að hittast. Það er svolítið svoleiðis. Hvenær við verum bæði heima á sama tíma og svona. Þannig að það er svona helsta. Vonandi keyrir sig ekki út af því að vera allt í öllu of lengi, en það er samt bara svo mikilvægt í litlu samfélagum að allir taki þátt og séu virkir, af því að það er bara þannig sem að gott félagslíf skapast og svona samstað verður hjá bæjarbúum. Það er þegar allir koma og taka þátt og þess vegna er þetta til dæmis bara frábær viðburður. Ágústa Margrét ítrekar að öflugt félags- og frumkvöðlastarf sé mikilvægt til að halda samfélaginu á hreyfingu. Við verðum alltaf að vera að uppfærast og gera eitthvað og þú veist, svona sveitafélag má aldrei staðna. Við erum með svo mikið af börnum hérna og svo mikið af öflugu fólki að ef ekki núna að það springi út eitthvað bara meira svona samfélagsleg bara skemmtun og bara já, að fólk bara getur verið í fjölbreyttu og skemmtilegu starfi, þá veit ég ekki hvernig það ætti að vera. Glíman hefur löngu verið kölluð þjóðaríþrótt Íslendinga. Glímudeildi Vals á Reyðarfirði er eins og öflugasta í landinu í dag og reyndar svo eina sem er starfandi á Austfjörðum. Nýverið var glímdu Aðalsteinsbikarinn í fjórðungsglímu Austurlands. Bikarinn kendur við Aðalstein Eiríksson sem var glímufröðumur á Reyðarfirði. Síðustu ár hefur Þóroddur Seljar farið fyrir glímustarfinu ásamt fleira góðu fólki. Þeirra á meðal er Bylgja Rún Ólafsdóttir sem þjálfar hjá deildinni í vetur. Við spurðum hana út í glímustarfið. Jú, það er svona út af því að það er engar æfingar annars staðar á Austurlandi, þannig að þetta eru bara Reyðfirðingar. Því miður getum við ekki haft æfingar annars staðar eins og en við erum að reyna að breyta því og ætlum að reyna að fá hina firðina á Austurlandi til að koma og þá geta þeir komið hingað og verið með. En þetta er svona allt Austurland, bara krakkar sem hafa áhuga, bara geta. En þú veist, verður ekki komið yfir á Reyðarfjörð til þess að æfa glímur úr næstu bæjum? Nei, það hefur ekki verið. Það hefur verið 1 eða 2 sem hafa komið en svo hefur það bara dottið út vegna það hefur ekki verið nóg mikill áhugi. Af hverju er glíma svona sterk hérna á Reyðarfirði? Ætli það sé ekki vegna þess að við erum alltaf með góða þjálfara og eins og Þóroddur heldur vel utan þetta og fær eins og þjálfara sem hafa mikinn áhuga er að glíma sjálfur. Þannig að krakkarnir bara og svo er þetta mikið systkini sem byrja að glíma líka, þannig að það er bara mjög mikill áhugi á þessu. Og þú glímir sjálf? Já, ég glími sjálf. Búin að gera það lengi? Ég hef búin að glíma í 5 ár núna. Þetta er sem sagt 5. Aðalsteins glíma mín. Byrjaði 7. bekk í grunnskóla þótt ég hefði viljað byrja miklu fyrr. Af hverju fórstu að staða í glímuna? Frænka mín byrjaði. Það var búið að vera að reyna að draga mig en ég hélt alltaf að þetta væri bara strákaíþrótt en það er náttúrulega ekki rétt. Svo þegar ég byrjaði þá bara fékk ég mikinn áhuga fyrir þessu. Ertu búin að þjálfa lengi? Ég er búin að þjálfa núna í 2 ár. Þóroddur talaði við mig í fyrra og bað mig að vera með honum að þjálfa. Og hvernig kanntu við þið í þjálfuninni? Bara mjög vel. Það er gaman að fylgjast með krökkunum, bara verða betri og standa sig betri í glímu og bara þroskast í glímunni. Og æfirðu mikið sjálf, menn þú ert að keppa á landsvísu?
Já, ég reynda bara á þessum 3 glímuæfingum í viku, en ég að reyna að fara út að hlaupa og í ræktinu og reyna að æfa mig aðeins meira og fá systur mína til að bara glíma úti þegar gott veður og svona. Og hvernig gengur starfið hérna í vetur hjá deildinni? Það gengur mjög vel, það eru mjög margir krakkar og mikið áhuga á þessum bekk sem bara að koma inn. Það eru bara allur bekkurinn, held ég, sem bara að æfa glímu, sem 5. bekkurinn hérna Reyðarfirði. Og það er þannig að þú getur ekki byrja að æfa glímu fyrir 5. bekk? Bara í 5. bekk, þá máttu byrja að æfa glímu. Og hver eru svo stærstu verkefni fyrir hérna veturinn hjá ykkur? Við erum að fara með hóp til Hvolsvallar, held ég, núna í mars á grunnskólamótið. Það staðsta mótið hjá okkur sem þau geta tekið þátt í, sem oftast tengt Íslandsglímunni hjá þessum eldri. Það sem sagt staðsta verkefni sem við erum að reyna að búa þau undir. Að þessu sinni tóku 22 keppnir þátt í mótinu sem skiptir upp í 5 flokka. Við tölum við 2 keppendur sem sýnt höfðu glæsileg tilþrif. Og hvað eru þið búin að æfa glímu lengi hjá Val? Ég veit ekki, eiginlega bara seinni vetur. Ég var bara að byrja, ég byrjaði þegar hún byrjaði. Já, núna. Af hverju fóruð þið í glímu? Mér langaði bara að prófa hana. Mér langaði líka bara að prófa hana. Og voruð þið búin að bíða lengi eftir að komast í glímuna? Já, mér langaði fyrst komast mikið í glímuna. Já, dálítið. Er þetta mikið svona hefð hérna á Reyðarfirði að komast í glímuna? Lítið upp stóru krakkarna sem eru í glímu? Ég veit ekki. Já. Og þetta er fyrsta mótið ykkar? Já. Og hvernig finnst ykkur að vera að keppa á fyrsta mótinu? Bara gaman. Já, bara gaman. Er þetta eitthvað öðruvísi heldur en að mæta á æfingu? Já. Hvernig þá? Bara við erum í búningunum okkar og já, það er fólk að horfa á okkur. Og hvernig finnst ykkur það? Bara gaman. Já, bara gaman. Og eru ykkur öðrum íþróttum? Ég er að bretti. Ertu að æfa? Bretti, snjóbretti. Og ég er að æfa sund. Kjartan Mark Gaski Ketilsson er ungur og metnaðarfullur glímumaður og fór með sigur á hólmi flokki stráka 10-12 ára. Hann hefur æft glímu í 3 ár og við spurðum hann hvað heillaði hann mest við íþróttina. Bara tekur á. Er þetta miklar æfingar? 2 á viku. Og hvað, er það að glíma eða gera ykkur æfingar með? Við erum að glíma og gera bragðæfingar, æfa bragðun okkar. Og hvaða markmið ættum við fyrir veturinn? Bara að vinna. Er það tilgangurinn? Já, bara að vinna Íslandsmótið. Ekkert, bara sett stefnu á toppinn? Já. Og sjálfsög á sigur í dag líka? Já, ég vona það. Við erum stödd við Hauksstaði á Jökuldal og við erum það bil að fara að skella okkur í göngu en bændur og búalið á dalnum ganga sér til hressingar á laugardögum. Göngum saman bæjarleiðir á dalnum er heiti gönguferðar sem jökuldælingar hafa sett á lakirnar og er hugmyndin að íbúar dalsins og aðrir velunarar gangi milli bæja annan hvern laugardag í vetur. Fyrsta gangan var laugardaginn 7. febrúar og var gengið frá Hrólfsstöðum í Hauksstaði og mættu 13 manns. Við ákveðum að slást með í för í göngu númer 2 og var hópurinn orðin ívistærri þegar lagt var að stað frá Haukssstöðum fyrir skemmstu. Lili, hvert erum við að fara í dag? Við ætlum að labba Hvanná 1. Og þetta er ganga númer 2? Já, ganga 2. Og það er búið að bæta heldur betur í hópinn síðan síðast? Já, heldur, nú er komin 25. Já. Og þú telur að þetta er bara eftir að aukast? Já, ég veit það nú ekki. Ég myndi nú halda að þetta væri fín tala, sko. En
þetta svo skemmtilegt að það skuli geta verið allir með. En nú ég búin að skipuleggja göngur fram á vori. Er þetta göngur sem allir geta tekið þátt í? Þarf það að vera eitthvað mikil göngugarpur til þess að Nei, alls ekki. Taka þátt? Nei, þetta er renni slétt og þó við séum nú kannski vonandi ekki alltaf á veginum, þá er þetta sléttlendi. Þannig að þetta er fyrir krakka líka, sko. Það geta allir tekið þátt, segir Lilja, en hún hefur fengið þann heiður að vera göngustjóri og skipuleggjandi verkefnisins. En hvernig kviknaði hugmyndin? Já, hugmyndin á nú ekki finna á Hvanná alfarið. En hún kom og talaði við mig áramót og spurði hvort að ég væri til í þetta með sér að koma og ganga eitthvað. Og ég sagði já, en hvar eigum við að ganga og hvert? Og svona, já, við göngum bara á milli bæja, bara eina bæjarleið á dag. Það er mikið spjallað og stoppað á göngunni til að horfa eftir örnefnum og þegar margir koma saman þekkja allir einhverja sögu sem gaman er að segja frá. Hugmyndin er svo að bændur frá viðkomandi bæ sem gengið til komi með og fræði göngugarpana því landeigendur eru sínu landi kunnugastir, segir Lilja. Þegar ég var 11 ára þá var ég á skóla á Keikjastöðum og Jón bóndi á Keikjastöðum að ég las skemmtilegu kall og hafði gaman að segja mér draugasögu. Og þar á meðal söguna þessum draug úr Draugslanni. Hann sagði menn það varasemin væri á ferð á milli þessara bæja í myrkri. Þá kæmi hann aftanamönnum, stykki upp á herðarnar á mönnum og krossleiði lappirnar undir framar. Og það væri sko ekkert grín að losna við það, sagði hann. En lendið þú einhvern tímann í draugnum? Nei, aldrei. Aldrei? Nei. Þannig ég þetta ennþá kannski? Draugun, já, þeir eru alltaf á samstæð. En hvernig á fólk að vera búið þegar það fer í svona göngu? Það fer náttúrulega eftir veðrinu að því við göngum nú ekki nema svona 5-7 kílómetra, þá getur við nú reikna veðri út en maður hefur náttúrulega alltaf með sér hlíðar yfirfatnað, sko, ef það kemur rigning eða snjór. Já, það er nauðsynlegt að fólk klæði sig eftir veðri og mæti í góðum gönguskóm. En eitt af því sem á aldrei gleymast er nestið. Og það jafnast ekkert á við það eftir góða hreyfingu að setjast niður og fá sér hressingu í góðra vinahópi. Herru, ég var að heyra það að það varst þú sem áttir hugmyndina af þessu öllu saman. Já, ég var búin að hugsa það ofta, ég langaði til að labba eitthvað út á veturna. Ég er aldrei náttúrubarn og er gaman að vera úti. En ég hafði mig aldrei í að vera labbandi eina eitthvað á milli bæja. Og það er bara hundleiðilegt að vera einn að labba. Svo ég las svo það bara í Múlaþingi einhverju bók að fólki hafi gert þetta sér til gamans í gamla daga að labba á milli bæja og ég man nú líka eftir því þegar ég var barn hvað var gaman að labba til næsta bæjar þegar veðrið var gott á veturnar. Og þess vegna datt mér þetta í hug. Þannig að þú hringdi bara í Lilju og baðst hann að hóa saman í liðið og nú er þetta ganga númer 2. Ertu ánægð með útkomuna? Mjög. Ég hélt að það eru 3, 4, 5 konur sem myndu nenn að labba með mér fyrst en svo bara er þetta strax orðið svona. Ég held að það sé allt Lilju að þakka. Er þetta bara fyrir íbúa hér á dalnum? Nei. Koma að labba með? Nei, það er hérna fólk frá Ylstöðum og reyndar tengist það, held ég, næstum því allt saman eitthvað í Jökuldalnum. Það er einn maður hérna úr Fellahreppi. En hvar fær fólk upplýsingar að þið vil fá að koma með? Það er náttúrulega Facebook. Það eru allir velkomnir, segir Lilja, og fyrir áhuga sama má finna allar upplýsingar næstu göngur inn á Facebook síðu hópsins. En við kveðjum úr dalnum og þökkum jökuldælingum fyrir góðan dag og hressilegan göngutúr. Jarmar á Jökuldal, Jórtrandi Sauðaval, mikill er mörinn og ketið. Veturinn vor og haust, vist mun þar endalaust, setið að sumbli og étið. Rallalala, rallala, 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 rallalala, rallala, rallalala, rallala. Við ljúkum ferð okkar í kvöld í Végarði, félagsheimili Fljótsdælinga. Leikfélag Fljótsdalshéraðs sýnir þar leikverki allra meina bót eftir bræðurnar Jón Múla og Jónas Árnasyni.
Við mætum tímalega á meðan leikararnir hitta sig upp og áður en gestirnir fara ekki inn í salinn. Sýningin markar upp að 50 ára afmælis leikfélagsins og til að heiðra gamla tíma farið með hann á milli félagsheimila á Héraði, Borgarfirði og Vopnafirði. Verkið komedía sem gerist á sjúkrahúsi þar sem braskarinn Pétur hefur leitað skjóls undan lögreglunni og hittir það fyrir skrautlega karakter á gamla ástkonu. Ég búinn að koma mér vel fyrir hér meðal feitingum minna, fljóstalenga, og við bíðum öll spennt eftir að sýningin hefjist, enda ekki að hverjum degi sem að leikhópur sýnir í félagsheimilinu okkar, Végarði. Er það þú sem heitir Stórólfur Stórólfsson, leynilögreglumaður? Sá maðurinn? Já, þú ert vinsamlegast beðinn að yfirgefa sjúkrahúsið tafarlaust. Yfirgefa sjúkrahúsið? Já, Dr. Svensson vill ekki hafa neina leynilögreglumenn hérna. Það getur haft slæm áhrif á sjúklingana. Nei, ég hef lögmætt fyrirmæli frá yfirbóður mínum það að sleppa þeim ákærða aldrei úr augsýn. Já, nei. Hér eru það orð Dr. Svensson sem eru lög. Já, ég er áður fyrir að hlýða. Annars farið doktorinn í stundin að skera þig upp með þig. Þú má trúa því að ein lítil svæfingarsprauta hjá doktorum á við meðal höfðar. Já, það er ekki nema 3 daga síðan hann svæði 2 kynbóndanaut á Ylstæðabílunu með sömu sprautunni. Er þetta satt? Nei, þetta er ekki satt. Ég fór síðast með leikfélagin svona leikferð 1975. Þá leikum við hér. En þetta að fara svona á hverju kvöldi í nýtt hús, nýtt umhverfi og frumsýna í raun að vera verkið í nýjar aðstæður, þetta er ofboðslega gaman. Við erum líka eiginlega að halda uppi heiðrið þeirra sem gerðu þetta á sínu tíma hjá leikfélagi Fljótsdalshéraðs sem núna fagnar 50 ára afmæli sínu. Svona voru dagarnir, svona voru sýningarnir þá. Og líka vegna þess að þessi félagsheimili eiga þeir skilið að haldi sér við menningu í þeim og starfi og þau séu lifandi. Það er gaman að gera þetta, virkilega gaman. Hvaða áskoranir fylgja því að sýna nýju svið á hverju kvöldi? Segð þú. Já. Sviðið er náttúrulega alltaf ólíkt í hvert sinn og það getur verið vítt og það getur verið þröngt og það getur verið djúpt og allur gangur á þessu og hvar á gítaristinn að sitja og hvernig á maður að tróða sér á milli rúma og hvar á maður að koma inn og fara út. Já, það er ekkert alltaf sem að það gengið inn vinstra megin, það er stundum hægra megin og þá þarf að redda því þannig að það er heilmikil svona rýmistengt áskorun. Og eru þið þá síðustu mínuna fyrir, síðustu tímana fyrir sýningu að svona komið snemma og farið yfir svið og ákveð hvernig ætla að fara með þessi senur? Elskan mín góða, nei, það er engin tími til þess. Við komum hingað klukkan 6 og sýndu klukkan 8. Það var búið að setja upp ljósin, ljósameistarinn okkar, Kristján dreif þau. Það er allir í vinnu, skilur. Og bara, þú veist, þetta er bara gert. Bara koma hérna, við sjáum hvernig þetta er og leikum. Sýnum þar gafli að vort líf sem mesta börn, hygg ég engin okkar tapi á að vera í góðu skapi. Þetta er endalaus vitleysa og hryllilega skemmtileg og eins og segi, músíkin er mjög skemmtileg og lögin þekkja flestir, augum þín blá og það sem ekki má og svo framvegis. Og við erum búin að spinna þetta saman í að okkur finnst mjög sjáanlega og áheyranlega sýningu sem er aldrei eins, aldrei nokkuð tíma. Undirbúningur leiksýningarnar hófst í október en á ýmsu gekk. Verkið var lengra en menn hugðu, þátttakendur áttu erfitt með að einbeita sér á leiknum enda allir í annarri vinnu og nokkrum dögum fyrir frumsýningu slasast einn aðalleikarinn. Hjónin Einar Rafn og Freyja leikstýru verkinu í samvinningu en hún tók alfarið við leikstjórninni þegar Einar Rafn þurfti að fara að leika. Síðan höfum við bara keyrt og verkið hefur bara haft gott að þessu. Það hefur verið að þróast alveg fram á síðustu stund, við vorum að bæta inn 1 atriði í dag, bara 10 mínútur fyrir sýningu, það tók nú enginn eftir því að því enginn hafi séð þetta áður. Þetta er lifandi verk, það bara tekur til sín nýja vinkla á hverjum degi sem að sýnt er. Og þú Einar, þú varst leikstjóri í byrjun en ert núna orðið leikari, segðu okkur frá því. Já, það vildum svo óheppilega til að sá sem átt að leika þetta burðarhlutverk, hann Pétur, hann Þór Ragnarsson, hann slasaðist á æfingu hjá okkur og fór illa í öxl og erfitt með að hefa sig og getur ekki leikið. Þannig að það stóð mér næst þá hoppað inn, ég svo sem hafði sagt honum til og kunni ganginn, hvert átt að fara hverju sinni. Ég þurfti að læra textan hins vegar á 4 dögum og það var ansi snúið. Ekki bara það, heldur bara alla staðsetningarnar og allt þetta. Já. Allt inn komin hinum megin við borðið. Já, og kom með leikstjóra, það var svona það viðbrigði. Já, þurfti að þola það. Þetta var gaman. Tæplega 30 gestir mættu sýninguna og virtu skemmta sér vel. Þeirra meðal var oddviti Hljóðstælinga.
Þetta var bara bráð skemmtilegt og leikararnir stóðu sig bara frábærlega vel og öll umgjörðin bara vel heppnuð. Hefurðu séð verkið áður? Nei, ég hef ekki séð þetta verk áður. Ég sé svona ýmsar útgáfur af verkum þeirra Múlabræðra en ekki þetta verk, en það held ég að sé alveg nýtt. Fljóstalengar, hvað finnst þeim að fá svona leikhóp í heimsón? Já, miður hvað mætingi var góð þá held ég að þeim að bara þótt nokkuð til koma og voru góðar undirtektir hérna í salnum, þannig að mann líkaði vel það sem þeir þú sáu. Algengt að leikhópar komi hérna í Vegarð? Nei, það langt síðan að þau verið sett upp leikverk af þessari stærðargráðu hér, sko. Nei, það ekki algengt, meira veisluhöld og slíkt.